Velkomin í þáttinn okkar, Biblían á mannamáli. Við ætlum að kíkja á smá móla sem við finnum núna í Sálmi 42, eða reyndar allar sálmunum fjallar þennan fína móla, en við ætlum bara að lesa 2 vers. Við ætlum að byrja í 4. versi. Það segir svona: Tár mín urðu fæða mín dag og nótt, því að daglangt var ég spurður, hvar nú Guð þinn? Þetta bara saga lífsins okkar, að sumir dagar eru erfiðari, sumar nætur eru erfiðari og við fellum tárin okkar. Tár mín urðu fæða mín, hann tekur sterkt til orða. Það erfiðleikar, mér líður illa og ég finn ekki Guð. Hvar nú Guð? Þessi Guð sem að hjálpar og á að vera góður og ekki með þér, og nú ertu bara einn að berjast í þessum tárin þínum. Ég held okkur öllum hafi liðið eitthvað tími á lífsleiðinni á þennan máta að okkur fannst þau vera ein og yfirgefin og lífið var erfitt. Og það að gerast þarna með sálmistan okkar. En svo gerist nokkuð þegar hann kemur, ef við tökum bara, grípum bara niður í 7. versi til dæmis, og þá í staðinn fyrir að segja tár mín urðu fæða mín dag og nótt, því daglangt var ég spurður, nei, þá segir hann: hvers vegna, hví ert þú böguð, sál mín, og hví ólgar þú í mér? Vona á Guð, því að enn mun ég fá að lofa hann. Hjálpræði auglítis míns og Guðs míns, og Guð minn. Hjálpræði auglítis míns og Guð minn. Þarna, þið heyri, hann byrjar á að tala hvað þetta erfitt og hann grætur. Svo minnir hann sig á Guð. Hann minnir sig á að Guð mikill, hann góður. Og hann segir: lyftu sál minni, sál mín, skulum segja, hann bara tala við sál sína. Lyftu þér upp núna, vona á Guð. Lofa Drottinn sála mín, segir á öðrum stað í sálmunum. Sem sagt, hann talar við sjálfan sig og minnir sig á: hey Guð, þó að hann virðist vera fjarlægur, þó ég virðist vera einn, og þetta virðist vera erfitt, og þetta erfitt, ekkert virðist, það erfitt, að þá Guð samt til staðar, einhver staðar þarna, þó ég finn hann ekki, hann ekki farinn neitt, hann með mér og ég ætla að vona á hann og lyfta honum upp. Þá lyfti líka myrkrinu ofta af sálinni og þunganum. Þetta mólin okkar. Þegar við göngum í gegnum dimmadalinn, við eigum erfitt, þegar við erum að fella tárin okkar, hvort sem tárin og bara við hverjum okkar, eða bara tárin í sálin okkar, eða hvort vegja, að minna okkur á: Guð til staðar, hann aldrei yfirgefið okkur, hann góður, við þurfum bara að minna okkur á að það hann sem við treystum á, ekki á kringumstæðurnar í lífinu, ekki á það sem að græta okkur, við treystum á hann. Þetta mólin, tökum að með okkur. En við ætlum að halda áfram aðeins að fjalla efnið okkar. Við erum að líta á tíman, dagan og vikurnar núna eftir upprissu Jesú Krists. Í kjölfarið á dauða og upprissu Jesú, þá var til þetta samfélag Jesú fólks, eða það sem við köllum í dag kirkjuna. Kirkjan varð til. Þessast allir þeir sem trúðu, fylgdu, lærisveinarnir og aðrir sem trúðu á Jesú, söfnuðu saman, hittust reglulega, í mörgum litlum hópum hittust þeir og stundum saman í stórum hóp og svo framvegis. Spurningin fyrir þig og mig og fyrir okkur sem erum að lesa þetta og skoða þá strax þessi: hvernig fólk var þetta? Hvaða hópur var þetta? Var þetta kannski bara hópur af gyðingum sem saknaði Jesú eðlilega og vildu hittast til að minnast hans og halda minningu hans á lofti og eitthvað svona? Eða var eitthvað stærri tilgangur með þessu fólki? Var eitthvað sem Guð hafði í huga? Hafði Guð búið þennan hóp til? Kannski. Og við ætlum að lesa núna bara eitt lítið vers í 1,5 allavega kannski, í Efesusbréfinu sem Páll að skrifa, og
Muniði, Jesú fólki, kirkjan var þessi hópur og átti eftir að stækka og breiðast út allan heim, eins og við vitum og þekkjum úr sögunni. En í Efesus 3. kafla segir svona: Nú skyldi kirkjan látin kunngera tignunum og völdunum á himnum hve margháttu speki Guðs er. Þetta er Guðs eilífa fyrirætlun sem hann hefur framkvæmt í Kristi Jesú drottni vorum. 2 vers, 10 og 11. Með öðrum orðum, það er kirkjan hafði og hefur hlutverk. Hún átti að halda áfram að boða og kunngera speki Guðs. Ef við tökum þetta saman, sjáum við Gamla testamentið, þar byrjar hann að tala, hann byrjar að kenna, hann byrjar að sýna fólki hver hann er, hver viljan sér, hvað hann langar til að gera, gefa okkur öllum gott líf, heilbrigt, yndislegt líf í samfélaginu með hann í kærleikanum og gefa okkur vísdóm til að lifa lífinu í velmegun og blessunum og ráða við það. Þetta var spekjans og hann var að byrja að kenna. Síðan kemur Kristur og hann opinberar og að öllu leyti hvernig hann er. Hann er ekki bara Guð sem elskar, hann er kærleikurinn sjálfur. Þetta var margháttu speki og kirkjan átti núna að halda áfram að miðla þessari speki. Hugsið ykkur, það er ennþá hlutur kirkjunar í dag, að miðla þessari margháttu speki Guðs. Stundum stöndum við okkur vel í kirkjunni að gera slíkt, stundum ekkert svo rosalega vel og stundum bara alveg herfilega illa. Það er bara að segja alveg eins og er. Og oft er það vegna sem við hefum mist marks af því að þetta er tilgangurinn. Núna á kirkjan að gera þetta. Láta kunngera tignum og völdum sem sagt öllum í veröldinni, þessa heims og annars og hvar sem er, hver margháttu speki Guðs er, hversu stórkostlegur, góður og yndislegur drottirinn er og hvað hann hefur gefið þér og mér og okkur mannkyninu til að geta lifað í einingu, kærleika, blessunum og velmögunum hans. Þá langar mig að taka smá tíma og varpa smá örlitlu ljósi á það kringustæður sem þessi kirkja þarna í upphafinu, í hvaða kringustæðum hún er, hvernig er heimurinn, hvernig lítur þetta allt út, hvernig er rómverska heimsveldið. Þetta er mikilvægt að vita þetta og ég skal nefna okkur sérstaklega vegna þess að það eru margir sem taka Biblíuna og við höfum rætt þetta svo sem aðeins áður, taka Biblíuna algjörlega bókstaflega, bæði Gamla testamentið og Nýja testamentið, að því litunum til það bara það sem var þarna sagt, það gildir fyrir mig í dag líka. Og margir hafa tekið orðið og sett inn í sína kringustæður og það er hægt, ég er ekki að tala um að það sé ekki hægt og við þurfum að gera, við þurfum að kafa, við þurfum að finna gullmólana í því, við þurfum að sjá hvað það er sem að kennir okkur í Guðs vísdómi. En þegar við tökum þetta bókstaflega að þetta sé bara orð Guðs til þín og mín aldir alda, allar kynslóðir, alveg sama hver það er, þá fáum við setningar eins og þessa sem er gagnrýni margra sem ekki trúa eða efast. Já, það er nú ekkert öðruvísi en þannig, kæri vinur minn, að í Nýja testamentinu þá bara kennir Páll postuli það að þrælahald sé í lagi. Það er vegna þess að á einum stað segir Páll eitthvað í þessa veruna að þeir sem eru þrælar eigi að láta sér það linda, sætta sér við það í bili allavega. Þarna náttúrulega fyrir okkur nútímamannin sem er býttu nú, er þetta í Biblíunni? Hvaða bull er þetta? Heldur að Guð sé sammála þrælahaldi? Til að vita hvað Páll er að fara og hvað raunverulega er að gerast, þá þurfum að vita kringustæðurnar sem þetta er skrifað og talað inn í hvaða líf, hvers konar líf í Rómaveldi var kirkjan að tala, inn í hvaða líf kom hún, hvernig voru kringustæðurnar. Og ég get bara sagt ykkur það voru ekkert eins og við erum með í dag, ekki líkti, ekki einu sinni nálægt í. Heimurinn hafði breyst mikið frá upphafi, eða segjum bara upphafi mannkynsins á jörð
fram að þessum tíma sem að frumkirkjan að byrja, og frá þeim tíma sem hún kemur hérna strax eftir upprisu Krists og uppstigningar hans, að þá og þangað til núna hefur hann líka breyst mikið. Og þess vegna ágætt að aðeins að fara yfir þetta, bara smá varpa ljósi á þetta, svo við skiljum margt af því sem sagt í Biblíunni, í Nýja testamentinu. Af hverju hann að segja þetta svona til, og ég ætla aðeins að koma inn á það eftir. Af hverju var hann að ávarpa þrælana á þennan háttinn? Förum aðeins í það. Þá var ég með smá sopa, áður við leggjum í hann. Á þessum tíma sem kirkjan komin til staðar og verið til staðar, þá hafði Ágústus keisari komið á það sem var kallað rómverski friðurinn. Frá Spáni, ef við tökum bara vestri til austurs, frá Spáni að Svartahafi og frá Egyptalandi að Ermasundi. Þetta var rómverska ríkið, og þetta var nokkuð stöðugt, og það ríkti svona nokkuð friður. Þetta var kallað rómverski friðurinn, Pax Romana, vegna þess að það var friður. Þeir áttu ekki styrjöldu með aðra þjóðir og svo framvegis. Það var alls konar erjur oft innbyrðis, þar sé að hertekna þjóðir voru ekki alltaf sáttir, svo sem eins og gyðingarnir og svo framvegis. Það hafa kannski verið, og allar þessar upplýsingar sem ég gefa eru teknar úr sögubókum og frá sagfræðingum og úr ritningunni til að varpa ljósi á þetta. Kannski 50 til 100 miljón manns sem bjuggu á svæðinu. Það var ekki algjörlega nákvæmt. Af þessum 50 eða 100 miljón manns í rómverska ríkinu voru kannski 10 eða 12 miljón þrælar, og aðeins, hlustaðu nú á, kannski 7 innan við 10 milljónir frjálsra rómverskra ríkisborgara. Allt hitt fólkið af þessu 50 til 100 milljónum voru að hertekna svæðana, voru undir bókaðir af rómverska heimsveldinu, og þeirra lönd og þjóðir borguðu skatta til ríkisins. Á þessum tíma voru þrælarnir ekki alltaf áleitni bara, þeir voru ekki til jafns við mennina, þeir hefðu ekki mannlegt gildi, og samkvæmt rómversku lögum þá rómversku lög héldu þessu fram. Þú varst að hafa þetta hugafar eða þú ætlar að halda lögin. Þú gast ekki brotið rómversku lögin þar sem þú varst undir þeirra valdi. Þú varst að halda þau við það og lifa samkvæmt þeim. Þrælarnir á þessum tíma, þetta var samt aðeins öðruvísi heldur til dæmis eins og þrælahaldið í Bandaríkjunum síðan meir. Þetta hefði ekkert með sem sagt kynþátt að gera. Þrælarnir voru alls konar fólk af öllum kynþáttum. Það voru ekkert bara dökkir, það voru líka hvítir þrælar og svo framvegis. Þannig að það var ekki byggt á kynþætti. Páll, eins og ég nefndi áðan, Páll postuli frá Tarsus, eins og hann stundu kallaður, hann reyndi og vann að því síðar meir með kirkjunni og í kristnum samfélagunum sem þarna eru til, í Jesú fólkinu, að breyta þessari afstöðu til þrælana og til þrælahaldsins og leysa þá undan því. Og þá spyrja menn, vitum við að þú varst að segja áðan að hann hefði sagt þeim að vera bara sáttur með þetta í bili. Já, við komum að því af hverju það var og hvað hann var að tala inn í. Þetta skiptist í tvennt. Það var til fólk sem að tók trú á Jesú Krist og sameinaðist, eiginlega var hluti af Jesú hópnum, Jesú fólkinu, kirkjunni, og þeir kannski áttu þræla. Og þeir þrælar fengu frelsið þegar þeir áttuðu sig á því hvað var ekki í lagi við þrælahald, sem náttúrulega bara allt, og hér Guð vann í þeirra hjörtum, þá breytist þeirra afstaða og frelsið var þeirra. En þetta var mjög flókin staða vegna rómverskra laga. Það voru lög Rómverjanna sem gerði þetta mjög sérstakt. Og þegar þrælarnir kannski, sem tilheyrðu
öðrum hópi, eða kannski segjum bara rómverskum ríkisborgurum eða einhverjum sem ekki voru í kirkjunni, vildu fá frelsið eins og aðrir. Kristur kom til að frelsa, til frelsis frelsaði Kristur okkur, segir Biblían. Þannig að þeir náttúrulega skildu það og vildu frelsið og þráðu frelsið. En þeir gátu ekki bara gengið burt frá sínum eigundum, ef við getum sagt svo, eins og þeir þræla sem voru undir eigundum sem að tóku kristna trú, vegna þess að þá varstu réttræpur. Og að Páll að vísa til þess, ekki láta deyða ykkur, ekki láta drepa ykkur, sættið ykkur við þetta núna, frelsið innra með ykkur til að byrja með, en þið munu fá þetta frelsi. Þannig hann að vara þá við að hlaupa ekki burtu og verða þar með réttræpir hvað sem til þeirra næst. Og þetta voru stíflög og stífareglur, og ég get sagt ykkur sko, því að þrælahald var algjörlega hluti af öllu rómverska heimsveldinu. Í Bandaríkjunum var það sérstaklega hluti af Suðuríkjunum og það tók smá tíma að breyta því. Þetta var allt undir. Sumir ríkir rómverskir ríkisborgarar áttu kannski 20.000 þræla. Þeir þrælar, þetta var vinnufólk, þeir kannski framleiddu, þeir smíðuðu, þeir viðhéldu fyrir þeim eignum og svo framvegis. Þegar komið var fram á ákveðin aldur, þá gátu þau fengið frelsi. Þá voru kallaðir svona frelsingjar eða frelsisfólk eða frjálst fólk, þegar þeir fengu þetta frelsi. Og síðar meir, áratugum síðar, held ég ef ég man þetta rétt um 30, þá fenguðu frelsið. Þannig að Páll að vísa til þess, þið munu fá frelsið ykkar, en ekki láta deyða ykkur. Og það var aðvörunin. Það skipti það engum tóum, sko það var engum blöðum það að fletta að elítan, hástéttin, fyrirleit þrælarna, hvort sem þeir voru núverandi eða fyrirmennandi þrælar. Og þetta var erfitt að eiga við, þetta var svona inngrift í allt samfélagi. Inn í þessa kringustæður kemur kirkjan með frelsisboðskap Krists að allir séu jafnir, konur, karlar, og ég ætla að minnast á konurnar aðeins og eftir, og börnin, þrælar, frjálsir menn, allir eru jafnir fyrir Guði, Guð elskar alla, hann dó fyrir þá alla, hann vill reisa það alla við til frelsis og lífs. En kirkjan, og þetta er meðal annars ástæðan fyrir að kirkjan var fyrir mjög miklum ofsóknum, þeir fóru í gegn þessu á svo margvíslegan hátt. Þeir boðuðu frelsi, þeir boðuðu Krist sem hinn eina konung. Hann var æðri en keisarinn. Bittu nú við, þú segir ekki svona inn í rómverska heimsveldinu. Er eitthvað að þið ætla að bara taka þið af lífi hér og nú? Þetta er kringumstæðurnar. Og þetta er það sem að bréfin sem þið lesið í Nýja testamentinu er að eiga við. Þau eru að skrifa inn í mjög flóknar kringumstæður samfélagslega með frelsisboðskap Krists, og þeir sjá að þeir feta þarna milliveg því að þeir vildu lifa. Þeir vildu gera gott. Þeir vildu ekki láta deyða sig. Þeir voru deittir hægri vinstri, við vitum það voru ofsóknir. En skulum ekki gera því heimsku. Reynum að lifa í vísdómi. Ef við erum samtekin af lífi þá skal svo vera, en við ætlum ekki að gera það bara, við ætlum ekki bara að fara til þess að heyrðu endilega, hérna er ég ger þetta, drepi mig. Nei, notu vísdóm. Og bréfin marka þetta, þið lesið þetta inn í. Þess vegna getið ekki tekið allt þarna út bara beint til ykkar í dag, vegna sem það er að skrifa inn í allt þar kringumstæður. Nú er ég búin að lesa útskýra þræla kringumstæðurnar á þessum tíma í þessu mikla heimsveldi. Ég nefndi landsvæðin áðan. Þetta var stórt landsvæði. Nú, ef við kíkjum á aðra hluti í þessu ástandi sem þarna er, þá var það kannski 10% af öllu heimsveldin sem bjóu í borgum, aðri bjuggu á landsbyggðinni, í sveitinni, og meðal manneskjan fór aldrei neitt. Þau ferðuðust ekkert. Þau höfðu enga peninga eða frelsi. Þeir fóru ekki eins og í næstu borg, og það gat vel langt í næstu borg svo sem. Kannski lítið þorp, en þeir fóru ekkert.
og þau rétt höfðu nóg til að lifa það af. Þau borðuðu grænmeti, korn, hveiti, bygg, ólífur, ólífuolían var í framleiðslu svo þeir notuðu það, vín var og svo voru laukur kannski og rófur, kjöt var mjög sjaldgæft yfir svona heimsveldið svona í heild, mjög fiskur og kjöt var kannski fyrir svona efri stéttirnar aðalega, en ef við gátum náðu fisk og veitt fisk þá gerðu þeir það, svo sem eins og munum að lærisveinarnir sumir á Galileguvatninu. Þannig að þetta er svona, þetta er ástandið. Þið sjáu að það er ekkert heyrður, við skulum fara núna inn á Pizza Hut og fá okkur að borða, við skulum fara núna inn á Hótel Holt og fá okkur steik. Það er ekki, þetta er bara fátækt og á mörgum stöðum mikil eymd, mikli sjúkdómar. Þetta er skelfilegt ástand miðað við það sem við höfum í dag. Og þeir náttúrulega höfðu ekki þær lausnir sem við erum búin að finna og vísindar hafa kennt okkur okkar færasta fólk, við hafa fengið innsýn inn í til að hjálpa og aðstoða. Það var engin Landspítali, við kvörtum yfir Landspítalinu hér að þetta sé ekki nóg kerfi alltaf að hrynja hjá okkur. Við erum og ég er ekki að lítið út í það þarf að laga það sem þarf að laga sjálfsögðu, en hversinn sem að fer inn og fara að njóta þeirra þjónustu sem þetta frábæra fólk þar hefur fyrir okkur, þá segir maður bara, hvar værum við án ykkar? Þau voru ánægðra á þessum tíma þegar kirkjan kemur. Ég bara reyna að lýsa kringu sem kirkjan kemur inn í. Ef þeir byggðu, ef Rómarnir byggðu bæi og borgir, að þið vitið að þeir lögðu vegi, hettulögðu vegi, þannig að vegir endust miklu lengur, það var auðveldara að ferðast fyrir þá sem að höfðu eitthvað tækifæri til þess. En borgirnar flestar voru óhreinar, illaliktandi og óöruggar, hvar sem hópur fólks þjappaði saman, þá var miklu meiri hætta á smitum og sjúkdómum eins og við þekkjum. Og á þessum tíma, ef við tökum heimsveldið í heild, þá voru lífslíkur meðalmanns og fólks kannski, hlustið á, 19 til 20 ár. Var meðalaldurinn. Þið sjáuð inn í hvaða kringumstæði kirkjan kemur. Allt þetta er hún að ávarpa í bréfunum. Þetta var ekkert auðvelt líf. Það var ekkert, nú fyrir við kirkju og hoppum upp í Porschen okkar. Þetta var svakalegt ástand í heiminum. Barnadauði, hlustið nú á, barnadauði á þessum tíma. Af hverjum 1000 börnum sem fæddust þarna, og þeir eru búin að reikna út svona cirka tölu, ég myndi segja bara 50% barnadauði, eða rétt tæpu 50, 46,7 segja fræðimennirnir okkar. Allra barna sem fæddust, og þar á 25% allra barna sem náðu ekki einu sinni fyrst eins árs aldri. Þetta ímynda ykkur hvernig ástandið var, og inn í þessa kringumstæður fæðist hópur af fólki, verður til hópur af fólki sem segir Jesús Kristur er læknirinn, hann er konungurinn, hann kom til að senda okkur frjáls, hann er Guð í mannsmyndinni, hann sýnir okkur hvernig og hefur sýnt okkur hvernig Guð er, trúum á hann. Það gaf von fyrir marga og það gaf líka sérstaklega mikla von vegna þess að kirkjan gerði nokkuð sem ekki var eiginlega leyfilegt. En þeir gerðu það vegna þess að þeir börðust fyrir lífinu. Hvort sem menn lesa það út úr biblíunum eða ekki, það er staðreyndin. Þeir tóku til dæmis stúlkubörnin sem voru borin út. Það var mjög algengt að bera út stúlkubörn. Alltaf sama sagan, elsku stúlkurnar. Þær geti ekki unnið eins mikið fyrir okkur, hvorki sem frjálsir menn eða þrælar eins og kallarnir. Þeir eru líkanlega sterkari og bla 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 og svo bara þá. Þannig að við berum stúlkubörnin út. Sérstaklega. Stundum voru litli drengibörnin út líka, en stúlkubörnin sérstaklega. Og kirkjurnar, Jesú fólki, tók litlu börnin, fann þau, tók þau til sín og óluðu upp.
Þetta ein af ástæðunum, ekki eina ástæðan, en ein af ástæðunum fyrir því að lokum að þá rómverska heimsveldi sá að það gat ekki staðið í gegn og ákvaða að innlima kristna trú inn í heimsveldið, gera hana löglega og ofsóknir gegn kristnum mönnum voru bannaðar. Þeir voru allt öðruvísi heldur en fólki í kring. Þeir hugsuðu öðruvísi. Þeir bjuggu saman, þeir studdu hvort annað í fátæktinni, þá hjálpuðu hvort öðru, þeir gáfu hvort öðru að borða, þeir létu allt af hendi til þess að allir fengi að njóta. Þeir voru kommúna. Þeir voru kibbutz. Svo ég í Ísrael. Hópa fólks saman til að lifa saman, búa saman og halda lífinu í hvort öðru með matarframleiðslu og svo framvegis. Þetta var kirkjan. Ef við hugsaðum að í þessari tölfræði sem ég var að gefa að þá ef að fólk í rómverska heimsveldinu náði 5-6 ára aldri þá gátu lífslíkurnar orðið 40 ár. En helmingurinn dó fyrir 5 ára aldur. Það voru svakalega ástand heimsins. Þetta verður ekki upp á marga fiska, svo við segjum. Og konurnar lifðu styttir en kallarnir. Það voru undir 30 árum eða náðu þessum aldri. Konurnar giftust oft 12, 15, 16 ára og karlmennir, þeir giftust kannski 18 ára. En frá öðrum löndum í þessum köllum heiðingjarnir fyrir utan semst Ísrael, þeir voru orðnir eitthvað eldri, kannski 20 eitthvað og sumir jafnvel yfir það. Kynlíf var bæði hjá Grikkjum og Rómverjum, það var mikið umburðandi þegar kom að því. Það sé kynlíf utan hjónabands. Framhjáhald giftra karlmanna svakalega algengt og þeir áttu sínar hjákonur og svo framvegis. Og ógifti karlmenn, þeir lifðu kynlífi með vændiskonum, þrælum sem ekki mátti gifta sig og öðrum karlmennum og elsku konurnar okkar, hvað gerir konurnar? Þær voru fyrst og fremst til að halda heimilinu gangandi og fæða börn fyrir karlinn sem hafa börn til að hjálpa og börn til að fá arfinn. Þetta þetta klassíska setup sem að við þekkjum, við vitum og við tölum og sem betur fyrir hefur breyst, sem margir á því að það hefur ekki breyst nú mikið ennþá, en með þetta þá erum við svo sannarlega á réttri leið. Mannkynið að þroskast, vonandi. Mannkynið að læra. Og veistu hvað? Þarna á þessum tíma, alveg sama hverju þú trúir, alveg sama hvort þú trúir á Guð eða ekki. Og þarna koma færustu fræðimenn okkar líka og sem ekki endilega trúar á neitt Guð, en þeir segja það engum blöðum fletta að kirkja Jesú Krist kemur inn í þessar kringumstæður með eitthvað sem breytti heiminum. Þau höfðu áhrif til góðs fyrir samfélagið, þau höfðu áhrif til góðs fyrir fólk, fyrir fjölskyldu, fyrir einstaklinga. Það ekki hægt að neita því. Það ekki hægt að afneita því, það ekki hægt að segja nei og þá, þetta algjörlega óháð því, ég las eftir eitt fræðimann danskan, hann sagði, eða það var hún sagði, hún trúir ekki Guð. Hún sagði sko, hvað sem þetta var, þá var þetta áhrifaríkt. Það ekki hægt að horfa fram hjá því. Það var eitthvað sem gerðist sem breytti lífi fólks. Kirkjan kom með þetta. Þetta var kirkjan. Kirkjan kom þarna út og þegar þau voru að sinna sjúkum, þau báðu stundum fyrir sjúkum og þeir læknuðust, við lesum það í Biblíunni mjög mikið og það var það sem við gerðu. Þeir sáu kraftaverk, ekki nokkuð spurning, en svo tókuðu líka bara fólk heim og hjúkruðu þeim. Þau tókuðu litlu börnin sem ég nefndi áðan sem voru borin út, sérstaklega stúlkubörnin og þegar þú varst veikur þá varst þau hjúkraður og þú veist. Þeir enda var það kirkjan sem var uppsprettana fyrstu sjúkrahúsunum og spítulunum og síðan með klaustrin og munkaklaustrin og nunnuklaustrin og þetta voru sjúkrahús þess tíma. Kirkjan átti að boða og kunngera tignunum völdunum heinum hver margháttu speki Guðs er.
lífið, og nú ætlum ég bara að fullyrða það. Það ekki allir sammála mér og það er góðlega, við mögum alveg rökræða það, en lífið á jarðríki, líf mannkynsins er betra fyrir tilkomu Jesú Krists og kirkju hans. Hefur kirkjan alltaf gert það sem er gott og er það líka stundum vont og verra? Já. Við ætlum ekki að breiða neitt yfir það. Kirkjan vegna þessa einstaklega mannlega hugsunarháttar sem við lendum öll í. Annars slagið að láta eigingirnina og sjálfsöskuna og framapotið og áhrifavaldið og peningana ráða för, hefur kirkjan oft gert hluti sem er ekki góðir. Oft. Og illir þess vegna. Illir. Breiðum ekki yfir það, reynum ekki hunsa, reynum ekki fela það. Það er bara staðreind. En í tærustu myndinni sinni, þar sem Kristur fær að skína, í tærustu myndinni eins og þarna í frumkirkjunni, þegar hún kemur inn í kringustæðina, kirkjan, hópurinn, Jesúfólki eins og ég kalla það, kemur inn í þessa kringustæðin sem ég var að lýsa fyrir ykkur áðan, þá kemur hún með líf. Hún kemur með lækningu. Hún kemur með eitthvað fallegt, hún kemur með ljós. Og það ýtti af stað breytingu til batnaðar fyrir mannheima. Það er ekki neitt hægt að mótmæla því. Ef við skoðum þetta aðeins nánar, að þetta sérstaklega með konunnar, að Guð, kirkjan, komu í gegn þessari skiptingu og þessari undurókun konunnar, frelsi konunnar til jafns við karlinn, er að finna beint í Biblíunni. Vitið það á einu stað segir Páll hefur oft verið gagnrýndur, af því við erum nú að lesa á vitni í hann hefur oft verið gagnrýndur fyrir að vera kvenhatari og bara karlremba og aðursipaki, hlindu þrælahaldi, og þetta er það sem menn lesa út úr Nýja testamentinu. En það er ekki að skilja þessa kringustæður sem ég var að tala um áðan, inn í hvaða kringustæðum þau er að tala. Þau skilja ekki að þú ert réttræpur að þú hleypur í burtu sem þræll. Þau skilja, þeir halda þessi bara eins og í dag. Hann er hlindu þrælahaldi, þannig að við skulum gera alla húsvíkinga þrælum okkar. Þetta er bara blind og bull. Þið sjáu það, þetta er ekki það sem hann er að tala um. Og hann tekur miklu dýpri árunum varðandi konuna heldur nokkur annar sem ég hef heyrt frelsi hennar. Hann hreinlega segir, í Kristi Jesú, í kirkjunni hans, í kirkju Krists, er hvorki karl né kona. Við erum öll eitt. Þetta er orð Páls postula. Þetta er boðskapur kirkjunnar. Frelsi fyrir alla einstaklinga. Líf fyrir alla einstaklinga. Í kærleika, í vísdómi Guðs. Þetta var ekki staðan á þessum tíma þegar kirkjan var til og Jesúfólki kom. Konan hafði ekkert gildi í sjálfu sér annað en þetta sem ég var að nefna áðan, að vera heima á aluböld. Þeir máttu ekki vera í pólitískum stöðum, ekki kjósa, aðurisbaki sem við þekkjum breyttist ekki fyrir seint og síðan meir löngu eftir þennan tíma, til dæmis í okkur og við svæðar í heiminum. Þetta er kringumstæðurnar. Þegar við lesum, höfum þetta í huga. Þetta er bara til þess að skerpa þess línuna fyrir okkur. Þannig að þegar við höfum nú að lesa í postulasögunni og inn í bréfunum, að inn í hvaða kringumstæður eru þessi bréf skrifuð. Það var þetta sem ég var að lýsa. Þetta er svona stutt samantekt, bara til að varpa ljósi á rómverska heimsveldi og stöðuna þegar Jesúfólkið byrjar starf sitt sem framhald af starfi Jesú Krists. Nú ætla ég að hætta, stoppa hér, komið nóg af 40 mínútur, elsku vinir. Þetta er alltaf samansagan. Þegar ég fer af stað þá get ég tala og tala. En ég verð að passa, ekki að láta bara endalausa klukkutíma inn í eitt þátt. Nóg það. En við höldum áfram, við erum að fara að byrja á postulasögunni, sem er beint framhald, sem að lýsir með þessu fyrstu skrefum inn í þetta líf sem ég var að lýsa núna rétt áðan. Skulum biðja saman, kæru vinir, biðjum Faðir voru þeir sem geta og vilja. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki.
verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.